Velkomin í hús fótboltans á Íslandi. Vikulók Dr. Fútból á föstudegi. Hjálmar Örn hjá mér, Dr. Fútból og Gunnar Birgisson. Nýkomnir frá Afríku. Afríka ekki staður fyrir Hjálmar Örn. Þú hefði væntanlega brunnið glæsilega þar. Já, sko, ég brenn ekki Hjörvar. Hjörtur, ég er búin að heyra þetta alla mín ævi. Hjörfur, hann tók líka Hjörfur. Veistu hvað ég er búin að segja marga pítsur í gegnum æfina sem Hjörtur? Ég trúi þig. Já, endalust. Og alltaf Það að ég hitta okkur svakalega viðkvæma Nei, punkt, það er bara frábær. Já, en þetta bara getur gerst. En ég ætla að segja við þig, ég fór 13 ári röð, Hjörvar, til Kostisól. Já, og ég var látin brenna og ég var látin venjast þessu. Já, en þú Var það þannig? er ekki sama regla af því að þú setur alltaf rauðharagæðin í ból fyrstu 4 dagana og svo lagast hann. Ég var, ekki hjá mér, ég var bólalaus og svo var ég settur í ból þegar ég var honum brendur. Já. Skilur þú? Já. Já. Hvað var bórið á þau? Var það alveg að vera þegar þú var svona brunnin? Það voru með pissbúinn, ég veit ekki hvað maður stundið því. Jú. Það er ennþá til eða ekki. En hvað gerði fólk í gamla dag? Var sólavörn í gamla dag? Ég og Steinar Ægjesson, við vorum með nokkra svona lærðar umræður á kvöldin þann úti, einn af þessum Mosóbrósum sem fór með mér. Ok. Ég meina við vorum, hann var alltaf fyrir sig, ég meina hvað gerði fólk í gamla dag? Þú ert viðkvæmur fyrir sólarneikunni. Sko, nei, en Hjálmar kom með frábært trósir í komin inn. Ég þakka kærlega fyrir það aftur. Þú ert ekki með neitt lit, sann. Já, mér finnst svo geggjað. Ég er búin að vera úti ekki nema svona kannski 150 klukkutíma. Einmitt, og koma næpu fyrir heim. Já, einmitt, er ég já, takk fyrir það. Takk. Ég er talað að það er eitthvað svona gott. Ég held að ég sé út þetta meir útitekinn heldur en Gunni og ég er búin að vera hérna, sko. En þetta var stórkostlega ferð hér. Já, við verðum að gefa mönnum það og það var spilað 2 vellir, það var farið hóli í höggi. Jón Óskar Karlsson, hóli í höggi, einn af Mosóbrósunum mínum. Hann var eitthvað skælbrósandi kallinn eftir að fara í hóli í höggi. Þú veist hann að bjóða öllum eitthvað upp á. Já, hann var með, tryggingu. Já, hann var með kaldan fyrir alla. En þetta kom mér, því ég fór inn í þessa ferð með svona alveg svona temmilegar væntingar. Opin hug en temmilegar væntingar. Þetta voru frábærir vellir. Geggja veður og allir voða næs þarna. Það er eitthvað, margóðnir eru ekkert að stressa sig á hlutunum. Þeir eru bara svona rólegir. En pælti hvað maður var fljótur að venjast í að stundu var maður að keyra og maður hefur séð bara svona fréttamyndir frá Gaza. Stundu var bara að horfa til hægri, var bara eins og að vera að horfa á Gazasvæði, sko, því að það voru bara eitthvað byggingar sem var bara eitthvað búið að ónýta byggingar og líka að sjá þetta. Og svo varstu með kannski hinum megin, varstu með bara 5 stundum golfvöll og resort og villur. Heldur betur. Þannig að þetta voru mikla andstæður. Já, Túborg, tölum leiki. Núna getur þú fengið Túborg í Smáríkinu. Allar vörur frá Ölgerinn eru núna komnar inn á Smáríkin, þannig að Túborgin fæst þar. Klókt. Vestmann One, rauðvinnin, hvítvinnið, Red Blood og allt það og allt sem þeir hafa verið að gera með Kaleo. Þetta er allt saman komið þetta inn á Smáríkið. Er kampavinni þar líka? Já, Vestmann One kampavinni. Þú hefði náttúrulega alltaf að taka það með út til þess að fagna erninum sem þú fékkst þannig á 15. Það var engin annar sem fekk örna. Ég veit að hann vill ekki ræða, en Hjörvar er búin að bæta sem mikið í golfi. Já, það var sumt sem gekk og annað gekk mjög illa í þessu. Já, en þú veist, það er ein erfiðasta hóla vallarins, sko, 15. Mjög erfið. Og þar voru menn að setja í vatnið alveg bara, ég held að séu svona frá Íslendingunum bara, þetta voru 28 manna hópur eða eitthvað. Ég held að séu svona frá gríni og 10 metra inn í vatnið, þá eru svona kannski 130 boltar frá íslenska hópnum. Það er bara svo leiðis. En það er gott, vel gert Hjörvar, það má rósa líka. Já, það má nefnilega rósa. Fitnessport og Dr. Fútból vinna saman. Ég minni líka á fjarþjálfun Gilsarans, þetta vinnur saman. Gilsarinn þjálfarið sendiði plani og allt svo leiðis færi þetta fyrir 3990 og segðum að Dr. Fútból hafi sendt þig. Farið svo að fá þér rafmagns hristingsbrúsan frá okkar manni Svavari Fitnessport. Dominos pítsun góða. Þú getur núna að panta þér uppáhaldspítsustrákana í alheimsstrauminum og maður hefur séð það, sko, að alheimsstrauminum hann verður, þetta er ekki af gróft og þetta var. Það er verið að horfa á gömlu þættina heima á mér núna, ég með einn ungan sem er mikið áhuga á þessu og maður sér að þetta var svona. Já, hleypur honum í ameríska. Ég hleypur honum í þetta allt og ég er ekkert að sensora eitt eða neitt þarna en þetta er öfug þróun við, sko, til dæmis eins og marga grínistæði, eins og til dæmis við sjáum bara eins og Sóla Hólm þróunum honum síðustu ár, að svona aðeins grófar alltaf, en samt svo fælegur og skemmtilegur. Já. Þetta er kannski mögulega að fara í hinastinni, ég veit það ekki. Það er bara eins og það er. Það er eins og það er, en allan að pítsunar eru klárar, tjekklan byrju að skoðun og geriði nú fyrir börnin ykkar að vera á skoðum bíl og ekki vera að keyra með endurskoðun. Það er hræðilegt að sjá það, börn aftur í endurskoðunum bíl.
Já, það einhvern veginn ergir okkur tjekknabyrðu 50% afsláttur og segir að Dr. Fútból hafi sendt þig. Hvort myndur þú freka verið inn í bíl sem að mætti reikin í eða vera á endurskoðunar? Reykja. Já. Voru ekki í því í Marko? Jú, Jón Óskar Karlsson sem fekk hól í höggi, hann fekk leyfi til þess að bræla á reyni þannig í rútinni. Heldur betur. Þetta svo geggjað. Já, það er margt gott í Marokko og frábær ferða baki spurningin með tölvutek, skjáir, tölvur, leikir, allur pakkin fæst í tölvutek. Hjálmar, þessi bara fyrir þig. Já. Af því að ég veit að þú oft verið svona röflifir, hvað markminu lengi með boltinu í höndunum. Það er búið að breyta reglunum. Já. Hvað mega samkvæmt nýju reglunum, verður með hann lengi í höndunum, annars var á sig hot. 8 sekúndur, kallið minn. Það er 8 sekúndur. Bara hárrétt hjá þér, glæsilegt. Var 6 eða ekki? Jú, var 6. Ég tel alltaf. Já. Að ég horfi í hotni og fylgist með. Er Marokko orðið Billionaires Playground? Það held ekki, þó Kamavinga að vera. Kamavinga var það. Vá, Karim Benzema kemur vist oft þarna. Er það þannig? Já, þeir sögðu það þarna á þessum stað sem að Kamavinga var á. Já. En það var, já. Þannig að Real Madrid menn koma reglulega og kíkja við. Þið náttúrulega voru líka á alvöru stað þegar þið hittu hann. Það voru bara að segja alveg sér. No boo. Búlistrákarnir voru ekkert mikið að pæla í Kamavinga, þeir voru að pæla ykkur allt öðru. Já. Þeir eru ófyrirleittir í sinni. Já. Þeir eru einstakir. Kíkjum á Powerrankið. Powerrank að sjálfsögðu með Ingu og félögum í Dynout. Dynout staðurinn þar sem þú getur pantað matinn en að sjálfsögðu bókað borðin. Svo líka með sinna.is þar sem þú getur pantað alla þjónustu sem þú þarft. Herri, við ætlum að Powerranka 5 íþróttaviðburða því að nú erum við að fara í gegnum geðbilaða tíma. Apríl og mæ, það er svo stappa, það er sport að byrja, það er sport að enda, það er úrslitkeppni, það er allt í gangi, golf, tennis, bla bla bla. Já. Kvotum með 5 viðburði sem að þeir hlakka mest til að sjá í apríl og mæ. Sko, ég byrja í 5. sæti. Ég er mega spenntur fyrir FA Cup Final núna. Þetta árið. Ég held að gæti nefnilega verið eitthvað Bournemouth Brighton eða eitthvað líka, sko. Já, það er svona pjúrasta leikur. Síðan er ég með 4. sæti. Ég verð að setja körfuna. Íslensku. Geggjað held ég verði núna. Keflavík fer inn í úrslitakeppnina. Náði í gær. Ég held að verði geggjað. Tindastóll í fyrstu umferð. Já, það getur verið leikur, sko. Það getur verið leikur. Já. Hann hlæra hann hjá Gunnar. Já, Gunnar er náttúrulega með sinn hroka. Nei, hann hefur nú ekki fyllt. Besta deildin. Mér finnst það að vera bara risastórt. Hún er að byrja. Byrjar á laugardaginn þennan steg á. Og mér finnst alltaf að vera bara fjölga liðum sem geta verið í þessu topp 4-5. Þú veist, í topp sætunum bara, þú veist, mér finnst alltaf að vera meira og meiri barótt að verða þetta, sko. Sammála því. Ég ætla að verða í aldrei jafn spennandi. Ok, það var reyndar ágætlega spennandi í fyrra og reyðist úrsleik, en hérna, nummer 2. Svo nummer 2. Ég er mjög spenntur fyrir, það er svona sérstætt, en ég er lítið spenntur fyrir tennisnum, en ég er spenntur fyrir Masters. Já, hérna golfmasters, já. Alveg rosalega spenntur að vera með til sjónvarpinu á 5. deginu, 1. deginu, laugardeginu og 7. deginu. Tónlistin þessi róandi þægilega tónlist. Geðvegt. Ég er ekkert einhvern mikið golfari en ég elska að horfa á þetta, sko. Ég held að fljótlega farin bara Masters að fagna 30 árum á Stöðu Sport eða skalna sín. Þeir bara, Masters fór aldrei frá þeim. Og þeir eitt lengsti svona partner The Masters í heiminum. Já, síðan er ég með... Það er í miðjan apríl ekki, 10. 10. apríl, Jú, og svo er ég mjög spenntur fyrir úrslitaleik Evrópudeildarinnar því þar eru að fara að mætast öllu líkindum Tottenham Hotspur og Manchester United. Í Bilbao? Já. Er ekki örglega í Bilbao? Jú, Bilbao. Það var geðvikt. Og ég er skemmt á San Mamés. Ég er skemmt þar. Já. Ertu spenntastu fyrir úrslitaleg Evrópudeildarinnar? Já, ég er eiginlega 90% líkur á því að Tottenham, ég ætla bara að segja 95%, að Tottenham verður í þessu leik. Og það væri ógeðslega gaman að fá annarkvort Bilbao eða Manchester United. Já. Umdeldu listi. Þetta er frábært. Hvað hefur þú bætt við þetta? NBA er að sjálfsögðan inni, er í 7. sæti. Ég skal viðurkenna, Kentucky Derby, ég veit ekki hvort þið viti hvað það er. Jú. Það er hann inni líka. Já. Það er ímest það sem maður er spenntur fyrir. Ég meina handboltinn og blaggið. Já, handboltinn, álega með handboltan. Ég var að hlusta á Hjörvar í körfuboltakvöldi ekstra. Ég er sammálun. Ég er búin að missa körfuboltan. Nei, handboltan. Ég er bara búin að missa hann. En getum við þá bætt við blagginu? Er það möguleiki? Hann er hvergi sjónvarpi. Já, það er allt sínt samt á BLI. Já, ég þarf að fá þetta í sjónvarpi. Já, ég er að reyna að græða það fyrir. Ég væri til að fá Gunnar Árnason einhvern veginn með faglega umfjöldun. Ég er að reyna að græða það fyrir. Höfum þetta kannski aðeins faglegur en við höfum áður haft í blækinu. Einhvern sem hefur gert eitthvað. Mjög faglegt í dyrinu. Gunnar Árnason
er maður sem ég vil fá í blækið og blag umfjöllununa, kalla eftir í mörg ár. Við slum skoða aðrar fréttir. Bíkó að sjálfsögðu með nýju timburdeildina sína hjá fagmönnum í Kópavogi. En Bíkómenn, þeir eru fannir að telja niður í bestu deildina í fótbolta. Nú nóg að vera. Sko ég sé að Vísir eru konum með sína spá, har allir með sína spár og þetta er raun og veru allt eins í raun og veru held ég. Jú. Það er alltaf sama, svo fyrirsjáanlegt. Já, en þú veist, menn eru svona hvort allir með afturöldingu 10. 11. seti. Ég er að segja það. Þú veist, og ég meina það var stundu voru lið í gamla dag sem mótiverið sig að spá, þú veist, Keflavík eða þeim var spáð fallið, það var alltaf búið að reyðir. Já, voru með þetta límt inn í klefa og læti. Káa hafa nú svona undanfjöldum árum verið að pæla í þessu. Já, þeir var sendt pillur svona í lók tímabils. En ég sá að Vísir með afturöldingu niðri. Er það raunhæft? Getur afturölding fallið? Ég meina, auðvitað, þetta er lið sem að koma upp í efstu deild í fyrsta skipti. Að sjálfsögðu er eðlilegt að þeim séu spáð einhvers staðar undir strik, sko. Ég held að það sé nú bara þetta er mikið stökk fyrir klúbbin og bæjarfélagið og verður bara flott að sjá hvernig þeir eru eftir að pluma sig þarna og fá náttúrulega bara alvöru þú veist, velkomin í bestu deildina prógram til að byrja með, sko. Algjörlega, en af hverju menn með hérna Vestra fyrir ofan? Ég bjóstu að menn myndi spá Vestra af því að Vestra er búið að missa tölvörsta leikmönnum. Já. Og var svona einhvern veginn gerðir á fyrir að þeim er spá falli. Það var enda verið að bæta við sig síðan. Já, en svona, þeir voru að missa svona prúven stærðir ef við getum bara sett hlutir eins og Alveg sammála því. Og hérna, það er svona áhugavert að menn séu með afturöldingarnar niðri, það verðist allir vera sammála það að eigamenn verði í neðsta sæti. Já, svo er það annað. Ég er ekkert eitthvað, þú veist, jú, kannski eins og þetta lítur út akkurat núna, þá skilum maður það, en ég meina, þú veist, þeir munu alltaf vera samt í baráttu, ég held að ég með fara ekkert sannfærandi niður, sko. Ómar Só geti skorað, Oliver Heiðarsson náttúrulega bara einn mest spennandi leikmaðurinn í þessari deilda, því að við erum ekki síðan, þú veist, síðan hann var með FH og þá fannst mér að mjög góður. Menn eru rosalega neikvæð eitthvað Káa líka? Já, og maður getur einhver litið skilið það, en þeir tala um það að og sem er alveg rétt, að þeir hafa verið án margra leiki leikmanna á þessu undirbúrstímabili, þannig að það kannski varast að lesa of mikið í það, en ég meina þeir gera náttúrulega þarna jafntefli við Völsung og tapa stórt á móti Breiðablik og eitthvað svoleiðis, þannig að þetta er kannski ekkert stórmál. Heldur betur ekki. En það er svona áhugaverður Ekki svo að Káa. 8 dagar í þetta. 8 dagar í þetta. Svo er það með FH bara neðalega. Já. Ræðum það betur á eftir. Löður með Dr. Fútból. Löður hefur verið að vinna með krabbameinssamtökunum í átakinu Mottu Mars. Þar sem að menn eru hvattir til að fara í skoðun og þeir hafa stutt þetta glæsilega. Minnum auðvitað á áskriftina hjá Löðri. Það var hérna óvenju þunga sér árskýrsla hjá Breiðabliki sem að birtist í gæri eða fyrradag. Það var eitt og annað sem kom á óvart. Það kemur þarna fram einhver 3 framboð í stjórn Breiðabliks en þau voru dæmt ógild því þau komu 1-15 mínútum of seint. Svo fór maður aðeins að tjekka þetta komin á óvart eitthvað 1-15, þetta hljómar eitthvað svona hálf dodgy eitthvað. Það verðist ekki með að kjósum neitt lengur í þessu lífi. Þarna var engin smá leikmaður á leiðinni mögulega inn í stjórnuna, Kári Ársælsson, fyrirliðinu auðvitað og góðsögn. Já, góðsögn í lifandi lífi í þessu hverfi. Simmi líka, Sigmar Ingi, Sigurðarsson. Þeir voru þarna og Ari hérna sem við þekkjum. Þannig að það var að passa að þeir færi ekki að inn. Hver er pælingin? Veistu það, Gunni? Nei, ég hef ekki náða að setja mig mjög mikið inn í þetta mál, en það litla sem ég heyri er að það hafi svona kannski ekki verið vinsælt að þeir væri þjálfara líka í félaginu. Nei, Ari er ekki þjálfara þarna. Nei, Ari er ekki þjálfara þarna. Þá halda þau rök ekki neinum. Nei, ég er að segja það. En þetta er, eins og sé, þetta er bara það litla sem maður hefur heyrt, en þekkjandi bæði Kára og Simma, þá er þetta, og náttúrulega Ari líka, þá er þetta menn sem hafa þeir blæða grænu. Gert bara svakalega mikið fyrir félagið, alveg sama hvort að það sé yngri flokkastarf, meistaraflokkur, þá bæði sem leikmenn og þjálfarar og svo allskins svona annað sem að tengist bæði félaginu og Augnablik sem er náttúrulega svona dótturfélag Breiðabliks.
Mér finnst þetta mjög áhugavert af því að ég held að þú finnir ekki svona menn svona sem að, þú veist, þeir eru niður í fífu bara allan daginn, sko, þeir eru bara allan sólarhringinn, þeir eru á gólfinu, sko, þeir eru ekki í jakkafutunum eða eitthvað svoleiðis, þú veist, þeir eru á gólfinu þarna niðri, þannig að mér finnst, ég meina, ef að þau rök eiga að vera að það megi ekki blanda þessu tvennu saman, að þá finnst mér það svona varhugaverð þróun, en ég held nú að það sé nú ekki staðan því að ég veit til dæmis eins og Ragnarbjörg vinkona mín sem er að þjálfa með mér í fjórðaflokki kvenna að hún er að gera líka stórkostlega hluti í meistaraflokksráði kvenna. Já, þau rök halda það ekki. En ok, Hjálmar, þetta eru 104 milljónir tap. Það er rosalega mikið, maður. Mér varst það svolítið mikið. Já, þetta var svona, þetta komur eitthvað svona aðeins óvart, ég held að var ekki árið í fyrra alveg frábært? Já, en árið ár hlýtur að verða frábært því að það er nú mikla líkur að liðið fari í sambandsdeildina. Já. Er ekki bara að vera að horfa í það? Já, það hlýtur að vera. Ég meina, það var ekki bara að kafa neitt sérstaklega í þetta, meðan það kom bara óvart með þessi 3 framboð og að skildi ekki að vera að kosa þetta. Komið 1-15 myndum of seint. Af því að ég held, sko, er ekki alltaf líka verið að tala um það á hinn veginn, sko, af því að, eins og ég segi, skal alveg viðurkenna, ég er ekki nægilega vel að byrja þessu, en er ekki alltaf verið að tala samt að það vanti einmitt fleira fólki í stjórn, það vantar fleiri sjálfboðalið, það vantar, þú veist, einhvern veginn fleiri hendur á dekk. Er þá hægt að vera að neita fólki þá sem vilja leggja eitthvað á vogarskálarnar? 1 mínúta er svona helvíti gróft, sko, það er helvíti mikið svona, það er bara lyktar af ykkur að menn hafa ekki vilja að fá eitthvað inn, sko. Það er 1 mínúta. Skal ekki segja til. Fyrir maður nú að vera skriffinskan, maður. Já. Þetta eru 3 frábæri drengir allavega. Það er einu sem ég veit. Það held ég nú sammála því. Og þeir, svo sem, ég held að það, hvort að þeir séu í stjórn eða ekki, skipti þá engu máli. Þeir eru alltaf boðnir og búnir til þess að gera góða. Það kemur annað ár eftir þetta. Já. Herra, við skulum skoða fleiri fréttir. Við ætlum að fara hérna aðeins til útlanda. Og Auður býður upp á bestu vextina, best að spara þar, þú getur byrjað að spara hjá Auði, dóttur Kviku, bara innan 2 mínútum og við erum að horfa til Suður Ameríku núna, því að Argentína tók Brasilíu og raskellti á 4-1. Já. En leikmenn Brasilíu eru svona í nokkuð öfundsverðri stöðu því að þetta er bara fyrsta svona lið sem er raskellt af Argentínu, það er nú eins og alvarlegt og verður. En það er enginn að kenna leikmennum þetta. Það er bara verið að kenna stjórninni og þjálfarunum. Leikmenn eru algjörlega stikkfrí virðist vera. Þetta er auðvitað 4-1, já. Og þeir áttu vist ekki break. Nei, sundurspilaðir. Já, sundurspilaðir. Messi lausir. Já. Og svo er það náttúrulega annað. Já. Þú veist að þegar Messi verður 39 ára í Bandaríkjunum. Já. Þú veist, það er alveg ákvörðun sem Argentínumenn þurfa að taka. Hvað ætlar að gera við Messi, hvað að gera við Ava eins og við munum eftir í fótboltanum. Já. Sko Brasilíum er núna með Dorival Junior sem þjálfara, það vill enginn hafa hann þarna. Nei, og ég meina aftur eru mennfarnir að ræða. Það þarf ekki annað en að skoða bara þjálfara ferilins. Þetta er einhver 30 lið síðan árið 2002 og þú veist, hann bara flakkar á milli og svo er hann bara látið fara, sko. Já. Þetta er engin Messi, sko. Nei. Það er náttúrulega ekki ett landslið í heiminum meiri pressu heldur en Brasilia, sko. Nei, þetta er alvöru pressa á þessu liði og ég meina, maður hefði haldið að þarna þyrstir að vera með eitthvað Carlo Ancelotti, það er náttúrulega drauma giggið þeirra, þeir vilja fá Carlo Ancelotti. Já. Svo sem ekki það er ekki tekið það er ekki að gerast núna strax, nei, það getur gerst eftir þetta sísón. Ef við kíkjum aðeins á liðið á Brasilíu, þeir voru teknik gjössanlega flengdir að þeir eru svo sem komnir á HM, eða þú veist hann er lagað inn á HM. Þetta er Rafinha, Cunha, Rodrigo og Vinicius frammi. Allt í lagi. Já. Allt í lagi. Andri og Joe Linton á það í djúpara miðunni. Joe Linton var vist átakanlega slagur. Já, ég náttúrulega sá ekki leikinn hann, ég verður bara að segja hlutur eins og það eru. Já, bara af því sem maður hefur veit. Já. Murillo, hann var náttúrulega í miðverðinum. Já, okkar maður úr Nottingham Forest, hann var þetta tekin út af við að hálfleik. Já, ég er svona, mér finnst það að vera svona smá leikmaður Nottingham Forest skulle vera miðvörður Brasilíu, mér finnst það að vera svona alltaf sammála. Við höfum talað um þetta eins og Lloyd Kelly í Juventus, þetta er svolítið sami fílingur, sko. Þetta passar ekki alveg. Já, þannig að það er svoleiðis, þannig að við förum. Þetta var svolítið gaman að þessu samt, þeir voru með, það var svona hitti í þessu leik, sko, Rafinha og allt þetta og
Sáu þetta ekki? Labbaði utan í Martínez og þetta var svona, þetta var komið svona aftur svona pínu. Það var að sjálfsögðu Martínez sem að fór út hann hljóp hann til þess að ná í Jú. Það gaman að þessu. Já, þetta var algjörlega frábært. Svo náttúrulega sko Bento Krepski í markinu hjá Brasilíu. Já. Markur Al-Nassr. Já. Maður alveg upp við það að Brassarnir hafa nátt sinn skerf af góðu markverðum. Ég held að hann Bento sem svona hann kallaður Krepski var eitthvað eftir var ég bara svo segja Becker var í markinu hana en sko ég held að Bento sé eitt launasti markmaður í heiminum. Já, ég meina ef hann spila fyrir Al-Nassr en það þýðir samt ekki hans í góður sko. Ég held að hann þykir nú reynda mjög góður hann þykir vera í þessum flokki með Alisson og Ederson. Aldrei spilaði í Evrópu. Ég held bara hann fekk bara þar tilbúið þetta er bara strákufættur 99 hann fekk bara svona hottalegan díl hérna í Sádi-Arabíu og þá eðlilega ferðu þangafrekar en Nottingham Forest. Strákar sem koma bara á götunni. Er það þannig? Já, sjálfsögðu. Gerir það. Þú Brasilíu maður drullu saman hvort þú sett búið í London eða í þú veist eitthvað í Ríad sko og bara að sækja pókan sko. Get the bag segir við sko. Dóttor fútból ætlar að minna á meistaradeildarleikinn hjá Íslandsbanka. Það er að segja fríðindakorti Íslandsbanka. Fríða býður upp á ferð fyrir 2 á úrslitaleik meistaradeildar sem verður í hann er í München og þetta er partur af þessu sko priceless konsepti. Þú veist, munið eftir þessi gamla dag og það er bara allt sem að fylgir þessu. Fríðakerfi Íslandsbanka þar sem að þú notar appið og virkjar þessi tilbóð og núna er þessi leikur komin þarna inn hjá Íslandsbanka. Þið þurfa að skrá ykkur inn á íslandsbanki.is og þegar ég sé eins og þetta er priceless upplöð. Þú er sóttur út á flugvöll eftir 5-stjörnu hóteli. Það er allt gert fyrir. Jöfull var ég til í þetta maður. Er eitthvað hægt að rigga þessu þannig að ég og Hjálmar myndum fá jöfull var það flott. Er eitthvað sem þú getur? Ég þekki eitt þarna sem að við getum svona allavega að koma með þessu hugmyndi. Þetta er mjög vinsælt líka. Sérstaklega að þú búin að koma þetta upp hérna. Að ég myndi rigga þessu öllu saman. Ég held að það myndi engin erfið þetta við mig og Hjálmar. Nei, það er bara gott content. Já, sammála. Ég verða, Hjálmar, við verðum að fara í utan svo saman. Já, til í það. Það verður mjög gaman. Ég held að ég og Hjálmar leitum svolítið í sömu aktivitín. Ójá. Strípuklubbu. Nei. Helvíti, langt síðan maður er fara á strípuklubbu. Ég vil að langt síðan maður. Nei, við ekki verið. Nei. Mun aldrei gera það. En meistaradeildin, já, Íslandsbanki að bjóða upp á fyrir viðskiptavinni sína að nýta sér fríðuna góðu. Ég er einn af þeim, ég skipti við alla banka. Ég er í öllu bankum. Já, dreift. En ég er samt, þú veist, ég skal alveg viðurkenna, ég er tradisjónali, ég er búnaða bankamaður. Þannig ég er flutt með þeim á milli. En þegar það kemur að dekkiskiptum þá nota ég eingöngu klettur.is, kletturinn í bílabransanum segja einhverjir, það er að segja að þeir eru líka í þessum, þeir eru svona öðruvísi bílabransa, þeir eru í gröfunum þessu svona sem ég hef gaman af, mínum áhugamálum. Kattuðurornir 100 ára. Enska landsliðið er stundum eins og íslenska landsliðið fyrir Íslendingum því að við höfum öll skoðan á enska landsliðunum. Margir sem að elska sjá ganga illa og einhverjir sem vilja sjá ganga vel. Vandamáli við þessar þessar undankeppnir í dag. Þetta er bara létt fyrir þá. Þetta er allt og létt. Það er ekkert verið að testa á. Þeir eru að spila Albaníu, Lettland, Andorra, kannski útileikur til Serbíu. Þeir gætu sent Best of Championship. Ég hafði League One í þetta. Ég alveg að tala. Þetta er engin fyrirstað. Þeir gætu það eflaust. Það er bara easy sko. Já, þeir gætu það eflaust. Þetta er bara ótrúlegt að sjá þetta. Horfðu þið á þessa leiki eða? Þetta er bara labbaði gegnum þetta. Við reyndar horfðum á Alpínuleikin, já. Já, Albaníu. Það var ekkert eitthvað flottu leikur endilega sko, en þeir voru alltaf með þetta þetta voru alltaf með þetta teski sko. Þetta það er ekki test, við veitum ekki neitt hvar Thomas Tuchel stendur með þetta lið því að það er ekkert að testa liðina og þetta er allt og létt. Svo erum við að tala Serbía gæti voru eitthvað fyrirstað, svo verður ekki neitt. Verður jafnvel hugsaðlega 1-1 jafntefli úti eins og bara vinna þar á heima og vinna hinleikina og þetta er bara komið. Reece James skoraði þarna.
beint raukaspinu, gegga markreindar. Það var eins og eitthvað að byggðast afsökunar einhvern veginn, var hann byggðast afsökunar á meiðslunum síðan því hann held einhvern veginn Já, þetta var rosalega skrítið eitthvað nema sé hálfur letti pappan sem mögulega letti og bara eitthvað skoraði gegn. Nei, þetta var mjög skrítið. En til dæmis bara eins og þetta lið já, ég veit eins og England stillir upp á móti Lettlandi ég meina, er þetta ekki bara besta liðir eða? Svo nánast Nei, ég gerir ráð fyrir að þeir vilja hafa Rashford út í vinstra megin. Já, ég meina ég held að sé alveg rétt hjá þér eins og með Bukayo Saka, hann kemst ekki í þetta lið í dag, hann er alltaf búin að vera í svona pínu lægð ég held að sé alveg rétt hann er náttúrulega að byrja hann inn á fyrir báin mér yfir sásta, það er rosa langt þegar hann spilaði Þetta var rosa snúið en ég meina, nei ég bara veltaði fyrir mér, þú veist, þetta lið getur ekki unnið HM 2026 liðið hjá enska landsliðinu? Já, ef við erum bara alveg hreinskilnir. Jú getur alveg unnið HM 2026 sko. Þú veist, Cole Palmer á eftir að koma að inn, hann gerir svona difference maker, getur verið það í þessu öllu saman. Hvað, setja hann þá inn fyrir Rodgers eða? Já. Og þannig að það er að næga að taka. Það er fín miðja, Bellingham, Rice og Cole Palmer. Já, ég svo ábyrgða Trent Alexander-Arnold eftir að detta hann inn og það er spurning, hann náttúrulega, þeir voru í vandræði með hann er náttúrulega svo leikmaður sem að hefur verið dribbled past oftast í ensku úrvalsdeildinni. Já, þeir verða að vera ekkit mikið keyrt á hann í þessu. Þú veist, en svo er eins og með Lewis Skelly. Mæta frökkunum með eitthvað. Já, ég hlakka til að sjá hann Lewis Skelly mæta alvöru gæm, þú veist, þegar hann fær Rodrigo í fangið. Ég fekk nú heldur betur frá leikmönnum út í að það eru gagnrýnt því að hann hefur verið valinn landslið, svo skoraði hann það í fyrsta leik landslið, ömmu og afa í stúkunni, ömmu sinni í stúkunni, ég hafði gamla því til hann mikið. Þú ætti ömmu og afa kall. Já, en ég get alveg sagt þér sko að enn og aftur, það er ekkert að marka þessa leiki, ekki neitt. Skiptir engum máli. Það alveg geta verið bara, þú veist, þetta getur Luton eða á móti Lettlandi sko. Já. Nei. Það er pínulítið þannig. Nei. Sko, norðmennir, ég ætla að fá að koma þess að það. Norðmennir voru stórkostlegir á móti Ísrael úti. Þeir voru frábærir í sínum leik og Martin Ødegaard var algjörlega magnaður. Maður sá það á Norðmönnunum, þeir eru búin að tala sér saman. Þeir eru búin að taka sér saman alveg klárlega. Búin að tala sér saman. Þeir eru bara, þetta gengur ekki. 3 stóðsendingar hjá Ødegaard og hann var bara, hann var að spila bara eins og maðurinn með spátumskertið sko. Eins og maðurinn með spátumskertið tort í mér áhyggjum fjölskylduna þinnar ef að þið lendið í einhverju slisi, bílslisi eða hverju sem það er, þá hafið þið samband við tort leið. Stóra viðskiptafréttir í okkar íslenska fótbolta, því að fótbolti.net sem er náttúrulega upphafsíðan hjá okkur öllum og ótrúlegur miðill fótbolti.net, þá er komin nýr eigandi og það er engin annar en körfuknattleiks þjálfarinn Matej Dalmey sem er að kaupa fótbolti.net. Já, hann er partur á hópi sem að kaupa þetta en hann á held ég nokkuð við sem að hann er langstærstan hlut. Kaupir þetta af Hafliða Brauðfjörð? Já, sem hafði gert alveg ótrúlega hluti með hennar vef og hann og ég held að svona þegar maður haugsi fótbolta.net þá er þetta svona þríhöfðið þar sem að Hafliði er efstur og svo Magnús Már Einarsson og Elvar Geir þar við hliðin á og þetta er náttúrulega eins og þú segir bara upp á síðan hjá öllum fótbolta áhugamönnum og náttúrulega verið rosalega leiðandi afl í fótbolta umræðu undanfærin 20 ára eða eitthvað svoleiðis. Þetta er náttúrulega líka verið mikið 23 ár. Það er mikið úlingastarf þarna líka, Hörður Snævar Jónsson sem að síðan opnaði 433.is sem er ennþá á flegi ferð eftir 15 ára eða eitthvað áleika. Ég byrjaði þarna náttúrulega. Þú byrjaði þarna? Byrjaði þú þarna líka? Ég var að skrifa leiki þarna 2000 og það ekki byrjaði eitthvað það hafa ótrúlustu menn dúkað þarna upp, ég menna Margrét Lára var þarna á tímabili, Alfred Finnbogason skrifaði einhverja 2-3 greinar held ég fyrir fótbolta.net. Handboltaþjálfarinn Arnar Daði byrjaði þarna líka. Mikið af frábæru liði sem hefur rúlað í gegn sko. Svo náttúrulega Vélin Stenke. Hann bara við gerum ráð fyrir því að Mate þetta þegar hann fer að hringja í bara eins og í þjálfuninni þegar hann fer að hringja í sína leikmenn að það var nú Stenke fyrsta símtal. Lús Iðin. Maður hefur lesið margar fréttir eftir hann. En þetta er þetta eru stóru fréttir. Já, þetta eru mjög stóru fréttir og þekkandi Mate. Hvað ætli Hafliði sé að fara að gera?
bara taka myndir og njóta lífsins hann náða skilið ég held að þetta sé erfitt hann náða skilið Má ég ráðlega eitt ekki breyta miklu af því að fótbolti.net æðislegur eins og það ábyggilega hægt að gera eitthvað svona lítið hér og þar sko þetta væri svona svipað eins og ég meina Hjálmar þú myndir kaupa eitthvað pizzastað sem allir í Kópavoginum myndi elska myndi svo breyta í Hjálmars pizza og breyta kössunum og áleggjum og alls konar og allir vera reyði hann eyðilaði staðinn ég held að hversu oft maður samt búin að sjá þetta eftir að Hjálmar komur fær ég að minna álegg og að króta á hann fyrir utan og eitthvað svona þetta eru náttúrulega nokkur hlutir sem eru svona alveg uník hjá fótbolti.net og það náttúrulega þessar textalýsingar eru náttúrulega frábærar sérstaklega í neðri deilda fótboltanum frábærar og svo náttúrulega myndabankin hjá ég meina myndasafni sem Hafliði er búin að búa til hann áeila allar bara fótboltamyndir sem hefur teknir upp á Íslandi þannig að þannig að bara mjög jákvæmt og þeir eru hérna fleiri Daniel Rúnarsson til dæmis verður nýr stjórnarformaður og ég þekkjandi með að þá veit ég að hann mun hérna leggja líf og sál í þetta og væntanlega þá körfubolta þjálfara flautan komin á hilluna í allavega stundarsækir kíkja aðeins á bestu deildina að sjálfsögðu með Kjarnafæði gaman að koma til Íslands og það komið grillveður lærisneiðarnar frá Kjarnafæði af því að þær eru frá Kjarnafæði íslenskt fæðuöryggi í fyrsta sæti drengir, þetta eins og ég sagði á hann þetta bara 8 dagar í þetta Breiðablik og FH mættust á nýju hybridgrassi FH, mjög spennandi maður bara svona spennandi að sjá snöppin af þessu magnað og bara frábært, þetta virðist vera að virka ég heyrði reyndar að svona undirlagið hefði ekki verið kannski eins og það verið best ákosið en þetta er náttúrulega fyrsta sinna tegundar á Íslandi þannig að þetta er kannski eðlilegt að þetta sé ekki bara alveg upp á 10 sko. Þú sagðir hérna sko bara, svo við bara segjum hlutina bara eins og þeir eru þú vildi meina þetta væri bara ekki gott grassið, það var það sem var upplifun leikmenn talaði við leikmenn í báðum liðum þannig að það var upplifun leikmanna Hvað var það hérna sem að sjáðu Hjálmar Ég var að hugsa hvernig best að vera Þetta var YouTube En hérna Ég kósíkall þú kósíkall, ég veit allt það Ég þarf svo að Hjörvar geti séð þá þarf ég einhvern veginn að Ég laði þetta smástund En tölum að sjálfur Hvað sögður leikmenn? Vildu þau meina að grasið var ekki gott eða hvað það sem að Já, bara svona skrítið undirlega einhvern veginn bolti rúlaði skringilega og hérna hart á sömustöðum og eitthvað sliðis, En það ekki bara því að það apríl og svo verður þetta betur? Það er mars sko 100% Þannig ég verð að segja að miðað við myndir og það sem maður sá þá leit þetta helvítið vel út En ég meina, hversu oft hefur við séð grasvelli líta vel út á myndum og er svo algjör hreinasta hörmum Ég náttúrulega er ekki grassérfræðingur sko en það væri mjög gaman ef þetta myndi virka en ég sé bara ekki eins og veðrið er á Íslandi að það sem eru svo mikla breytur í veðrinu við getum farið að gera bara einhverjum frosthörkur í apríl það er það sem ég á erfitt með að sjá í þessu svona hybrid grassvæðingu og ef þetta hefnast Djúvildi vildi ég að ég geti núna kalla í Jón Rúnar og verið með hann svona uppi í hotninu að láta okkur heyra Jón Rúnar og Viti miklu vinir minni sko Nei, engir vinir og geta hringi Jón Rúnar og spyrja hvort séu vinir Ég get sýnt þér hérna það er ekkert langt síðan að við vorum í svona sambandi út af öðru máli sko Hjörvar Gunnar Birgisson Nei, við erum miklu vinir hann tala svo hægt sko en ég meina ég veit ekki hvað, ertu að tekna þetta eitthvað upp þannig að ég sé eitthvað á móti þessu? Alls ekki, ég var bara gaman að heyra í leikmönnum hvað leikmönnum finnst, það er þessi skipta máli þú veist, það er skipta máli, það er bara frábært að fá perspektíf frá leikmönnum og takk kærlega fyrir það en ég var að segja bara þetta er ekkert mér persónulega sko Nei, ég er að segja að þú er ekki spilað á þessu grassi en þú stíð á þetta og þú ert hér að miðla upplýsingum frá leikmönnum Staka bara östuð svona, ef við horfum að fyrstu umferðina hvað sjáu þið útisigur Já, sko Hjálmar, fólki sem er að hlusta það sér ekki Já, þeir sem er á YouTube kannski séð eitthvað en ok, mjög góða punktur ég er bara að segja
Afturvelli útivelli, Vestri útivelli, KR útivelli, IR útivelli, IPF útivelli, F útivelli. Já, KR og IA geta hæglega unnið sína leikið þarna útivelli. Við slúum kannski bara fara í það þegar nær dregur. Bara sá þetta. Ég er bara þannig, ég virka bara þannig. Ég segi það sem ég finnst. Það er ótrúlegur. Þessi nýji markmaður hjá Káa, þú ert auðvitað á Norðan, Gunni. Segur hvað með bara örskíslu að Norðan. Já, virka bara, þú veist, góður á fótunum og góður að verja, sko. Það er svona það sem maður hefur heyrt. Það ekki það sem þú vilt fá frá markmanni? Jú, það er góður að verja og góður að löpa. Hvað verður Stubbið þá? Er hann bara... Stubbur á eftir að spila þarna. Er það ekki? Það er alltaf þannig, það er að reyna að búið nýja markmann. Já, svo kemur Stubburinn alltaf. Kemur hann tegur þetta? Kemur hann jókandi inn á. Kannski aðeins þess að æfingarleiki sem hafa verið í gangi. Ertu með eitthvað, hafið eitthvað að fylgjast með þeim? Því að liðinu náttúrulega núna... F.A. náttúrulega vann Breiðablik í þessu leik, bara svo það komið fram, 3-1 og bara... F.A. litur bara mjög vel út í þenn leik. Já, ekki Stjarnan verið að spila einhverja æfingarleiki? Jú, og það var auglýstur æfingarleikur á morgun klukkan 12 á móti Vestra. Okay. Nema hvað að svo auglýsing hvergi til á samfélagsmiðlum eða veraldarvefnum í dag, en screenshotararnir, þeir láta nú ekki að sér hæða og það svona kannski flýgur svo fyrst saga að sá leikur muni fara fram fyrir luktum dyrum á morgun. Það að mér skilst að því að ég hef heyrt frá þjálfurum í deildinni að sem eiga þá í snemma á mótinu að þeir vilja sjá hvað Stjarnan er að gera en þetta er einhver leið sem að þeir hafa ákveðið að fara að loka í raun og veru fyrir aðgengi að þessum leik. Þetta er það sem ég heyri að því að eins og segi, það kom auglýsing með að sjá þetta. Já. En ég meina, liðin vilja, ég skil Davíð og Jökul, ég bara skil það mjög vel, ég er svona þengjandi eins og þeir. Já, og ég meina við höfum alveg séð þetta áður, sko. Já, leifa engum að sjá. Það hefur alveg verið, ég man alveg eftir, var ekki leikur sem var inn í, nei, það var einhver leikur inn í einhverju höll, ég man ekki alveg hvar, það eru 2-3 ár síðan. Já, flott sjá. Herðu hérna sko málið þetta var alltaf að leiðin í þangagunni mín. Þetta var alltaf að leiðin í góðsa. Þetta var alltaf að góðsa sko. Herðu hérna Við þarf að passa mig að láta henni ekki nappa mig í þessu sko. Nei þetta var áhvert. Ég var svo sem sett ykkur frá því að eins og þegar maður þjálfur með Jóa Karla í HK þá fór hann alltaf inn í kórin að efa först leikatri af því að það var eins og hann var ímyndað sér að væri einhverju bara, já kíkir bara á æðinni að væri einhverju leiknismenn búin að koma sér fyrir einhvers staðar í hörðukór að fylgjast með okkur og ég hafði mjög skemmtilegt og ég elska að sjá svoleiðis kannski vanmetnasti maðurinn í íslenskum fótbolta Helgi Kolviðsson tekið við Fullendorf ég svona gef honum yfirleitt 50% kredit af HM-dæminu 2018 Sveimi þá það var alltaf að tala um Lass og Heimir ég var alltaf Helgi og Heimir við sem erum hérna alveg svona die-hard aðdáendur íslenska draumnum við erum miklu Helga Kolviðsmenn eins og Tóti í draumnum heldur betur það aðra stóra fréttir í þessu minn uppáhaldsdómari Pétur Guðmundsson er hættur að dæma hættur við að hætta er hann hættur við að hætta geðvegt hann ætlaði þetta þetta er minn uppáhaldsdómari þetta er einhver harðasti Pétur Guðmundsson sem að fyrirfinnst og veist að það er eitthvað leift þegar að Pétur Guðmundsson er á flautinu svo er eitt með Pétur að hann er ekki alltaf að stoppa leikin mér stundum eins og dómarar ráð ekki við tempóið og stoppa hann bara lætur leikin fljóta að hann grjótarður og sko hann er hérna hann dæmdi hjá mér í fyrra leiki í fimmtalóki það er ángríns það er svona upplifun að horfa á að dæma yngreflokkarleik sko af því að þú veist hann kennir líka svo mikið þú verður að hafa svona dómara af því að oft sem dómara sem er að koma úr efstistéttum og þau eru svo mikið að láta sína að þeir séu svona yfir aðra hafnir einhvern veginn sko þetta er algjör þvílíkur toppmaður Semur hann leiknir að fara að missa fleiri leikmenn það hefur verið einhver umræða með að Róbert Kvendal vilji svona skoða möguleikana á efstu deild en það er nú ekkert fast í hendi þar en hann er svona kannski sá leikmaður sem að þeir mega bara ekki við því að missa fleiri leikmenn það er bara því miður þannig þeir eru að fara held ég í æfingarferð hvað sem það er í fyrir eða eftir helgi held ég
En Leiknir, við mættum nú einhver lið það voru einhver lið að fara út í æfingarferð þegar við vorum að lenda í nótt ég var ekki varðið það, ég sá að það Víking stelputun á leiðin út jú, það var ekki Magni Magnaðir Magnum er múið að koma heim voru að koma heim, já okay. Sko, Pætti, Greinivík 3. deild, fara út í æfingarferð peningur í Greinivík og eiga svo held ég leik við þeir eiga leik við Dalvík, þeir eiga leik við okkar mann Hörst Nævar okay. Þeir eiga leik við þá í 64. úrslitum í byggarnum Ég held að það sé Magni Dalvík Þeir eru að bresta á KF Tindastóll líka Það í gamla dag þegar KS spila við stólana Hárleikir Heldur betur, förum við í enska boltan frábær skýrsla Gunni, bara unnin frá Afríku leikmenn, gras, allan pakkan Það er svo dunda sér við þetta Aðeins að dunda sér við þetta Volt, það er ekkert eins og Volt í þessu lífi Volt pöntum bara og ég get bara eina sem ég get lofað ykkur í þessu lífi að Volt verður notað Ég ætla að finna bara í vikunni, þá ætla ég að fara ég kemur skýrsluðina næsta föstudag, ég ætla að finna bara að finnast þegar ég get pantað Það er bara frábært, topp 5 finnast sem hún getur pantað Topp 5 finnast sem hún getur pantað Það er þetta gegn okay. Ég lofa þeim lista næsta föstudag, þá verð ég búin að panta þetta allt Það er alltaf 30% afsláttur í appinu ég minni bara alla að vera með í Volt Plus Þar eru þessir helstu, þeir eru allir í Volt Plus áskrifendur af Volt Trentarasandur Arnold Það er ekki dönn Það er bara eitthvað wishful thinking að það sé ekki dönn það er dönn Talað einhvern 4-5 ára samning það er að Fabrizio byrjar að nána að segja að það sé dönn þá er það bara dönn því miður fyrir Liverpool-menn En er þetta það sem að Real þarf? Það er komin tími til að Real sé með eitthvað skemmtilegan hægri bakur í þessu lífi Ég er bara komin nóg að Carvajal og Arbeloa og Salgado og hann bara fín Hann bara mjög fín Það fær ekki sögubækurna sem bara eitt besti hægri bakur í sögun Þú veist, það er bara þegar maður heppin og réttu stað Er það ekki partur að vera Jú, það er bara þá er Phil Neville þá betur en Thierry Henry þegar hann fleiri titla en hann Hættu þessu hérna Hvað meinar? Nei, Afvopnaður í beinni Afvopnaður í beinni þetta er svo einhver umræða núna að Sala gæti verið áfram út í að opnast eitthvað gat þarna eitthvað financial gat Ég held að það sé ekki að gerast heldur Þetta er að Sala fari líka Alveg pottþétt Tottenham Það komið Tottenham Ekki Tottenham, nei Hann veit til Arabíu En þetta er bara Liverpool það bara að fara að byggja upp núna nýtt uppbygging Og Van Dijk sem það líka Nei, Geta valla sleppt öllum þremur en þeir fara allan að tveir En það sem er alltaf grátlegt við þetta er að þeir eru ekki að fá neina Þetta er væntanlega leikmenn sem fara allir á fyrir transfer Já, nema þeir náðu sko eitthvað ansnúpa hendina á Al-Hilal með Sala var ekki eitthvað að tala það er hérna gluggi rétt fyrir HM félagsliða Já, einmitt Það sem að væri einhvern veginn en ég svo sem var ekki alveg með þetta á hreinu því að þetta var pínu flókin mekanismi Það er hins vegar að vera að spila sko, þessi HM félagsliða fyrir fram byrjun ekki miðjan júní Ekki rétt búin til miðjan júní Sturlu vinningsuppæði kom inn Já, $1 billion $1 billion sem að dreifist á milli sigurleysins Og byggarinn glæsileg Geðugur, Það verðist einhvern veginn vera alltaf þannig ef það þarf að gera eitthvað svona meira áhugavert put more money into it Já, það verðist hjálpa Það sem er hérna, það sem er samt sko bæði áhugavert með þetta og HM á þess að ætla að fara út í of pólitískar umræður en það er náttúrulega lönd eins og Venezuela Íran er hvort þau eru komnir inn eða á góðri leið með að komast inn þetta eru náttúrulega þau eru rauðmerkt í Bandaríkjunum hvernig verður með inngöngu í landið Venezuela náttúrulega fara aldrei inn á HM það er svo sem bara, þeir eru aldrei gert það Nei en eins og ég segi það þarf samt væntanlega eitthvað að skoða þessi mál að leikmennin komast til landsins Já, það er ekki að velja að fá stuðningsmenn líka er það ekki partur af er ekki heimsmeistaramóti í fótbolta er það ekki bara svo sér þjóð eða þú veist sér land einhvern veginn eða sér svona einhvern veginn Jú, nú er það dreift núna ég verður alla Norður-Ameríku Já, en þú kemst eiginlega aldrei hjá því að spila sko, sérstaklega þú fer eitthvað áfram á eitthvað þú spilar alltaf einhverju tíma út í Bandaríkjunum Já, þú getur ekkit spila allan tíman í Mexíkó eða eitthvað slíkt, það er ekki hægt Þannig að það er bara áhugaverð staða sem er komin upp og það er fleiri áhugaverða stöður, ég meina það eru lið með
með sama eignarhald sem eru komin inn á Club World Cup. Verður hún á ríkisjónvarpinu Club World Cup? Já. FIFA Club World Cup Það hefur verið. Já, það hefur verið. Herru, sorry, ég bara þori ekki að segja já, en ég í þannig stöðu, ég bara Nei, sorry, þú það er kannski verið að semja þetta verið að semja Nei, væri það ekki búið það? Ég veit ekki, það stundum Þetta verður alltaf að sýnt einhvers þar. Ég meina, Rúf hefur verið með Já, Rúf verður með félagslega, þá væri þetta náttúrulega allt önnur keppni. Þá voru þetta náttúrulega bara í raun og veru 4 leikir. Já, stutt og laggott. Úrslit. heldur betur þannig að Spennandi Gunni, spennandi. Matthías Tel, hann var einhverjum í Viljan búning og pyrraði stuðningsmenn Tottenham. Nei, ég reyndar ekki séð það. Ok, það var hann er náttúrulega lánsmaður og ég verð ná fyrirgefn og það að gera eitthvað svolítið sko. Já, hann var í búning frá Mertur Viljan. Já, svona unga kynslóðin, hún skilur ekkert þetta. Eitthvað að fara í búning að einhverjum öðrum og þau fatta ekkert sko. Cost outrage. Já, ég hef ekki orðið var við þetta. Hann er náttúrulega Arsenal legend, Viljan. Jú. Og þetta var þarna þegar að Ert þú reyður í þessu? Nei, ég bara stöðum ekki neitt sko. Þetta er líka lánsmaður sko. Já, en hann er bara vonbrið. Já, hann er búin að vera vonbrið. En Hvernig viltu sjá taka við þessu núna? Ég nenni ekki Nennir bara ekki að fara að ræða þetta? Jú, sko, Postecoglou, ég vil halda honum að leiða honum að klára þetta Evrópudæmi. Leiða honum að klára Evrópu. En ég nenni ekki Pochettino og einhverjum draumum að hann komi tilbaka og bjarga okkur einhvern veginn og alltaf eru draumin að snúa tilbaka. Þetta er ekkert að ganga upp. Og hræðilegur endir hjá honum. Hann var gjörsalega búin að missa Tottenham á þessum tíma. Og menn einhvern veginn að fara að leita í einhverja svona enninu nostalgíuna. Fáum hann bara eftir. Þetta er bara ekkert að ganga. Ég er með mann fyrir þig. Já, komdu með það. Erik Ten Hag? Já. Ég hef sagt það. Já. Ég sá, var einmitt að kommenta einn í doktorfútbolleikmennina. Já. Ég myndi ekki segja nei við honum. Ég er kannski ruglaður. Ég myndi ekki segja nei við honum. Nei, ég trúi því. Koma tilbaka í annarskipti í England. Veist hvað það við? Já, This time I'll do it differently. En Pochettino, það skipir silt. Hans Postecoglou, leiðum hann að klára Evrópu. Leifum hann að klára Evrópu. Það skiptir engu máli. Stráka, ég ætla að segja ykkur eitt. United og Tottenham eru kannski mögulega 5 leikjum frá því, cirka, að komast í meistaradeildar. Pælið í því. Pælið í þessu. 5 leikjum frá því. Algjörlega magnað. Já. Algjörlega magnað saman því. Í deildinni, eins og Ha? Ekkert. Nei. Telur allt eins. Nei. Telur náttúrulega alls ekki allt eins, sko. Vinnarar og lúserar með Einari Á. Einar Á er vinnari í byggingabransanum. Þar færðu allt sem hún þarft í nýbygginguna þína. Vinner, má ég sjá. Benni Gumm og Tindastóðsliðið. Já. Deildarmeistarar. Til hamingju. Fyrsta sinn í sögu félagsins. Heldur betur. Og Keflvíkingar líka. Já, Keflvíkingar flottir. Þetta Mamba mentality sem þið sýndu í lokin með að fara að inn, eða ekki? Geggjað. Að við séum að tala að Keflavík sé að skríðin í úrslitakeppni. Það skiptir ykkur máli hvort þið fyrsti áttundarsæti. Nú er það bara playoffs, nú byrjar bara nýtt mót. Já, það er rétt. Það er hárrétt. Já. Það er hárrétt. Nýtreyja KR. Já, það er vinnir. Og hérna bara Jón Kári Eldon. Allt myndbandið og öll vinslan í kynninguna á hérna, ég ætla bara að fá að kasta þeim í vinnaraflokkin. Sko, ef það er eitt sem ég er hrifin af með röndóttu treyjum sem er bara dott út úr tísku í dag, er að hafa númer aftan á rautt. Það var alltaf hann í gamla dag. Já. Maður skipti. Svona Kárfjörn var það hálfrétt sér. Jú. Jú, þetta er Grimsby inn í den. Grimsby. Sennilega eru þið núna með þetta núna. Já, þeir eru með þetta núna. En hérna, þetta kemur ákvæmlega vel út hjá Káeringum. Káer náttúrulega mæta Víkingi annað kvöld í úrslitaleik Bósbikarsins. Það verður mjög fróðleg viðureign. En kannski aðeins að körfunni. Hver er þetta sem er að mætast í áttarústum? Þetta er Tindastóll Keflavík. Þetta er Tindastóll Keflavík. Þú náttúrulega sagði mér Stjarnan frá í ger. Já, ég góla út alltaf að vera Álftanes Grindavík, svo var ekkert Álftanes Grindavík. Álftanes Njarðvík. Þannig að þú gafst mér Valur Grindavík. Já, ég skal viðurkenna það, ég misreiknaði með þess. Stjarnan er skemmtilegur leikur maður. Ég veit alveg að menn eru að halda að þetta verði bara eitthvað walk in the park fyrir Stjörnuna, en ég held ekki. Nei, og Stjarnan eftir áramót aðeins fattast flugið. Já. Töpuðu fyrir Njarðvík í gær. Bara íringarnir maður, sáu það í gær. Móti Haugum, mættir, tralla. Benni Guðmunds brautu þetta Stjörnumenn þegar hann rálaði að vera ekkert að styrkja liðin eitt. Hann var að lýsa hann var mesta 5D skák sem ég sé. Það var rosalegt. Tróðu sér inn í einhverja útsendingu Rúf, fór að ráðleggja þeim í leikmannamálum
og bara I like this og bara pulling the strings puppet master en það sem að fáir vita að eins og núna í fyrsta leik Íslandsmótsins Stjarnan fyrsti leikurinn afturöldi í Breiðablik Kári Árnason verður á Lýsum Er það þannig? Já, okay. Hann verður þá ráðleiki blikunum í leiðinni í leikmannamálum segja að láttu Höskum fara og skipta ykkur ekki segja þetta þannig að það verður gaman að hlusta á Kára ráðleikurinn áhugavert að fá hans vinkil á þetta Luke Littler klálega vinnir hann rosalur, hann eiginlega búin að taka píluna bara og ég veit ekki hvað hann búin að gera þetta er bara ótrúlega drengur 6-1 algjörlega einstakur ég er í lagi ykkar vegna að ég fá að setja mína konur í Arsenal sem að fóru áfram eftir að hafa spilað á völlurinn í fyrirleiknum þær voru í undanúrslitum á móti Real Madrid töpuðu fyrirleiknum 2-0 á velli hér að hann hafi verið samþyktur fyrir Evrópukeppni það ekki bara Alfreð Stafán völlurinn sem að spila í meistaradeildinni hörmulegur það sást unnur svo 3-0 á Emirates mæta Lyon í undanúrslitum Barcelona og Chelsea í hinuleiknum Barcelona það unnu Wolfsburg ekki nema 10-2 samanlagt en ég gerum ráð fyrir að Barcelona vinni þetta úrslitaleikur ég ætla að gera play að Sigurvörum því að þeir eru núna konum með flugræstarleyfi á Möltu Nei, hafið komið þangað? Nei, en mikið óskaplega langar maður þú hefði gaman að koma þangað það væri ferð sem við þurfum að fara í Malta býður upp á gott entertainment fyrir mig og þig Akkurat, takk Það er það, Rísa fréttir Tökum búlis með okkur Play þarna Ég vil helst ekki ferðast núna nema með búlis Já, ég trúi því Búlismenn verður hér reyðir hvernalið Chelsea snýri við einhverju á móti Man City ég að fá hér í eirað frá búlismenn lúserar eru með Ísland ég verð ekki bara Ísland að vera lúser maður fer einhvern veginn í burtu í viku og maður bara fór inn á MBL að vísi og þá bara eins og allt verið að brenna maður var bara eitthvað djúlega fínt að vera bara hérna í Afríku það sem allt er á hreinu Þetta var erfið vika þegar þið voru í burtu ég laði síma frá mér og ég hlusta á Afríku bara In the voice of the Africa það var sem ég gerði það var sem ég gerði ég hlusta á Afríku allt í rugli á Íslandi allt í toppmálum í Afríku ég ætla að fá svona bara mjög stuttum máli að velja Gjert Ingebrigtsen faðir Ingebrigtsen bræðra og svo er náttúrulega stelpan hans líka í málaferlum gegn honum þetta er náttúrulega bara mál sem að tegir ánga svona víða og er bara harmleikur frá A til Ö og sýnir kannski þú veist þetta hættulega samband þegar foreldrar skipta sér of mikið af uppgangi barna sinna í íþróttum þú veist því miður að þetta hefur bara farið úr böndunum og tvö yngstu börnina hafa lent mjög illa í honum Jakob Ingebrigtsen, það eru magnað að sjá árangurinn hjá Jakob Ingebrigtsen náttúrulega bara eitt besti hlaupari sögun í þessum millivegalendum að sjá árangurinn hans í skugga þessa mála að pappans í raun og veru bara beitir hann andlegu og líkamlegu ofbeldi slægir hann og talar mjög illa til hans gera það saman með dóttur sinna að þetta er mikill harmleikur og við kannski förum betur yfir þetta síðar hér í þáttunum en þetta ég held að þetta sé svona ákveðin ég held að þetta samband sé bara alltaf erfitt ég meina við höfum séð þetta líka hjá fótboltamönnum sem að tala kannski ekki mikið við foreldrar sína af því að þau eru kannski með aðra skoðanir í íþróttum og annað Þetta er mjög algengt Já. Þetta er hættulegt Vand með farið, skulum segja það frekar Varum við ekki að segja íslenski fjármálamarkaðurinn sé ákveðin lúsir líka, það er allt eld Ég er ekki búin að fara á kelduna í dag, hvað Það er allt eldraut bara Nú er tækið fara að kaupa Nú er eins og afsláttadagar Það er útsalan Það er afsláttadagar Er ennþá sama útsalan hjá mínum mönnum í Bitcoin? Já, það er ennþá útsalan þar, já Þeir eru búin að vera í frjálsufalli núna í mánuð þannig að það þýðir bara eitt og það er að kaupa meira eða þeir eru endar upp síðasta mánuðin en síðustu 5 daga niður einmitt þeir eru nú alveg Kryptomarkaðurinn var bullish tíma en bullish, kaupa Já, kaupa Þeir vita Buy the dip Já Ég vil kunna þetta Það er eins og ég segi buy low, sell high Já Það er alltaf best í þessu öllu saman. Við slum kíkja á neyða já hjá þeim félögum. Það er margir sem vilja spyrja á spurninga. Mína menn Hjálmar Örn og Gunnar Birgisson
Ég ætla að fara að velja líka Aron farastjóra, Ígul, Aron Breki. Vá, þægilegu góð. Og í lagi að fá að henda Unni Blöndalinn bara í vinnarflokkin þar að sjá. Já, í lagi. Já, flott. Slegi gegn í þessum þáttum og hann þorir í allt. En það sem geggjað við Aron hjá Ígulferðum. Ígulferður að breyta þessu með að fara til útlanda í golfferðir og svona. Þeir eru með unga farastjóra. Fest, skemmtir, gaura sem nenna þessu. Og fara með þér út og skemmtilega veitingastæði. Hann var ofta að loka klúbunum með Bullis. Mættur á teik 7:30. Já, hvað segir ég? Ætlaði að slá. Ég bara byrju, hvað er að gera þetta? Aron Breki er með eitt svip sem að fáir eru með í heiminum. Hann galopnar bláu fallegu augun sín, opnar munnin á sér og ítir hausnum fram. Hann gerir það. Þú segir mér eitthvað sögu, var eitthvað, og þú sérð að hann er að hlusta. Ég var í markanum áðan og keypti Nokko. Þá opnar hann augun, opnar munnin og ítir hausnum fram. Ótrúlega, þetta er eini maðurinn í heiminu sem kann þetta. Það er skemmtilegt. Sagði bara, herri, ég fekk hérna Nokko San Sidro út í búð í Marokko og bara þetta er algjör kóngur. Þetta er sem Ígulferður að gera rétt. Þeir eru svona yngjana bransa. Ekki með einhvern 76. Þetta er sann skellu fyrir mig sem ætlaði alltaf að fara í farastjóra bransa þegar giggið væri búinn sko. Þú ert úlingur. Já, ég get alveg mætt 65 ára. Veistu hvað? Hjörvar var náttúrulega aðstoð. Verið með vist og eitthvað sko. Hann stóð sér líka frábælega. Ég er a people's person. Já, það ertu. Hjálmar, það er eitt sem að með þig. Fyrir mér ert þú endurfæddur. Ég líti á þessum 3 vikna gamlan í dag. Já, það er rétt. 1. mars er nýji fæðingadagur. Við höldum upp á hann. Já, þetta er sniðugt. Já, gerum eitthvað 1. mars á næsta. Já, þetta gera það. Þú ert fyrir mér endurfæddur. Ég leiði rosalega illa þegar ég heyrði þetta. Jú. Fyrst alveg sting í magan. Ég gæti lítið sofið sko. En engar ágjur á Hjálmari að konuna aðalega ég. Hvernig leiði ykkur? Það er mér leið sem verst. Hér eru spurningarnar sem að liggja fyrir ykkur og það er alveg ótrúlegt. Er Hjálmar búinn að biðja Gunnar og hans fjölskyldu afsökunar að hafa gagnrýnt Mads Lewis Skelly? Ég biðst afsökunar. Ég segi enn og aftur, Luton Town hefði unnið þetta lið. Þannig að það er eins og þér. Ég ætla að reynda að fá challenge að það, en úrvalslið og Championship, ég skal gefa það. Úrvalslið og Championship er alltaf unnið þetta, en ég ætla samt að segja bara, þú veist, hann var fínn í þessu leik. Mjög góður, og maður velti fyrir sér. Maður kann að draga tilbaka. Hvert er þakkið hans? Smá tempós, voru grínin og hröð í Afríku fyrir Gunnar Birgisson? Já. Ég vil ekki ræða 4 pút og 3 pút af þér. Sko, það er svolítið þannig, Hjálmar, því að þú ert ekki í gólunum. Þegar Íslendingar komið til útlanda, þá talar alltaf hvað hröð grín. Þegar sko Íslandi í stundum, þá ertu bara virkilega að fara í boltan, sko. Já. Alls það erlendis eins og þá er það bara rétt pikkar í hérna, þetta er svo parkett, sko. Ég er alltaf hérna bara, þú veist. Já, 2 hendur. Þú verður að fá þér svona sára púti, sko. Ég verð að gera. Herðu, saknar Hjálmar Harry Redknapp tímans? Já, saknar þess, bara alltaf er í síðan í TV, þá saknar þess. Fær Ingvar Jóns aftur kallið til Fullendorf eftir tilkomu Helga Kolviðs? Vonandi, fyrir hann. Já, er það já? Já, ég ætla að segja já. Er það myndið Gunnar Birgisson mæla með Marrakesh? Já, alveg hygglust. Ég er bara endur nærður eftir þessa ferð. Það er gott. Markaðurinn ógeðslega skemmtilegur, Marakóin bara ótrúlega vinalegur og næs og hótelið frábært, völlurinn frábær. Ég fer þangað aftur, þú mátt bóka það. Já, eru gæði Merino, getur þau verið munurinn á Arsenal og Real Madrid? Það er Magnús Frendi með þessa? Já, þetta er vikulega spurningin frá honum. Magnús Frendi með þér. Já, ég myndi segja að það sé svona kannski það sem að ríður bakamennin. Ásgeir Haukur spyr, er GB með viðkvæmari húð en hjá mig? Já, ég held að það sé alveg klart. Það væri gaman að láta reyna á það bara sundlegum í sumar. Svona, sko, sem bad varst alltaf dökkar, hver var badnaveitin? Er eitthvað smá rautt í þér? Nei. Kemur stundur rautt í skegg, ég veit ekki hvað það er bara íslenskt, það er allir íslendingar með það. Rauðbyrkið. En nei, ég átti mjög auðvelt með að ná mér í lit sem bad, sko. Ég var oft kaffi brúnn eftir sumari, sko. Þú sér samt að það er alveg, það er alveg litur, sko. Já, með arbandi hérna. Sé það.
Það er mikið að skemmtilega þessi saga sem gengur manna á milli að háttvirtur heilbrigðisráðherra Alma Möller hafa sett Hjálmar Örn Jóhannsson í ótímabundið hristingsbann í kjölfar áfallsins. Ég braut það hristingsbann hratt eftir ég kom frá sjúkrahúsinu. Heldur betur. Það bara gamli skólinn, hann lætur ekki segja sinni. Það er hjá mig að vera að bera ofan upp á sviði og sjómannadaginn eins og ég fyrra. Já, það er klárt. Hvar verður þú? Ég verð á Ólafsfirði. Já, verður Ólafsfirði? Já. Það er geggjaður staður, hvergi betra að vera. Mitt fólk. Ég sé ekki að fara með inn í lífinu. Þetta er svo mikið að spurningum. Er Rúben Amorínu á réttri reyðum mannstunum? Já, ég er sammála því. Mögu ekki, svara? Nei, ég er bara ákvað að taka þetta fyrir ykkur. Okay. Hvenær dettur efnið úr golfferðin inn á YouTube? Nei eða já, spyr Atli Fannar Bjarkason vinur minn. Það dettur bara inn í bara einhvern tíðan í byrjun apríl og þar erum við að spila. Við tókum þarna keppni ég og Gunnar og það var gaman að fylgjast með hvernig það allt saman fór. Já. Þetta er svona sterksti maður í heims, það fá enginn að vita hvernig það fór sko. Nei. Ég mani því. Herru, ég ætla að það er alveg nóg meira, ég þarf bara að koma El Grandi því að ég þarf að hleypa Ég er að fara í jarðaför. Ég er að fara á fund. Það eru fundir út allan bæ. Þetta er Rúnar Frey. Þetta er Rúnar Frey sem er að verða svona Runar. Er það algengt nafn í Svíþjóða? Þegar fyrir mér hans það góður sem framkvæmdastjóri keppnar. Ég get ekki hrósa manni meira en að líka við einhvern svona Svíja af því að þeir eru bestir, eru þið ekki bestir í Eurovision? Jú. Og hérna Managerar þessi keppni frábærlega. Martin Östedal er hérna svona yfir executive supervisor. Martin Östedal. Geðvegt. Hugulega maður, manni með að googla. Nú við ætlum að fara í þetta með kemi.is El Grandi með kemi.is. Hvað er það núna, Gunni? Hvað verður það núna? Einhverju að haldi að væri Afrika en stundum ég náttúrulega dettur mér ekkert í hug en ég satt í 5 klukkutíma átti þetta frábæra flug með hérna Play. Vélinn hristist einu sem svona guttarnir svakalegur hristingur Búli skáttu veltiður. Nei, ekki, þeir eru harðir þú veist, litlu strákunni mínir þarna ég þurfti að róa það eins kúsaði alla á leiðin út. Þetta er Generation Z. Þetta var smá svona í 20 sekundur ég hló á meðan. Þetta er ekki hristingur. Nei, þetta var ekki hristingur. Þetta var 5 klukkutímar eða tæpir 5 klukkutímar og ég skemmti mig konunglega því ég var að horfa full swing þættina sem ég átt inni. Skemmtilegir þættir og ég meina að þetta er kannski ósíkjart gagvart Hjálmari en ég veit að Hjálmar hefur fylgst með íþróttum alveg frá því sem hann bann. Jú. Þá hann ekki sami aðgangur og krakkar hafi í dag sko, skal ég segja ykkur. Jésús Pétur maður. Ég var að horfa sko Leighton Orient Stevenage bara í gærkvöldi sko. Þetta var ekki búið þá. Nei. Menn sem hafa unnið majora kalla megin í golfinu og Hjálmar það því að þú ert nú ekki í golfinu og ætla að leifa að byrja en ég veit þú fylgist með. Ég ætla að fara bara í gamla skólan Gary Player. Hann lítur að vera að það. Gary Player. Jack Nicklaus. Já. Nick Faldo. Tiger Woods. Þá ætla ég að fara í hann hérna hann er Spánverjan Ólasabal. Ég ætla að tryggja þetta. Já, þetta er samt alveg klart sko. Já, það er rétt. Rory McIlroy. Woods. Hann er komin. Varst það að pæla ykkur öðrum Woods? Já, nei. Hann er komin. Svolítið auðvelt samt að fara í Woods svona snemma. Já. Það er eins og það er. Nick Faldo, það er F, ekki PH. En ok, allt er góðu. Ég ætla að fara í Harrison. Ég held að Harrison nöðin þetta á sín tíma. Harrison? Já, þið getið séð það. Ég man ekki, pappi tala alltaf Harrison hann er þarna. Er þetta Patrick Harrington? Patrick Harrington, já, það er svolítið Harrington. Ég gef það. Ég held samt að Harrison sé rétt líka, en allt í lagi, sittið Harrington. En það googla Harrison golfer. Langar svo að vita. Já, hann er að þinni. Tökum Scottie Scheffler. Ég ætla að fara í Bill Casper, The Friendly Ghost. Bill Casper? Já. The Friendly Ghost, hann alltaf kallaður. Er þetta Bill Rogers? Nei, hei. Jésús. Get ekki googlað? Allir með tölfur hérna? Jú, er það rétt hjá? Billy Casper. Billy Casper. Þetta er ótrúlega. The Friendly Ghost. Já. Wow.
Hann á 3? Já, The Friendly Ghost. menn eru fljótur að gleyma. Patrick Reed. Hann er, já, það ekki Er það ekki? Jú, tók hann ekki Masters? 2018 Skotti Schäfer. Hann er kominn. Hann er komin. Ég ætla þetta fljótt að gerast bara. Það var hann hérna, já með einn maður, djöfull var ég með. Hefur þetta séð Full Swing? Nei, sem er mjög myndalegur, sem á mjög myndalega konu. Nei, ekki vera að ruggla í mér maður. Með flotta upphandleggi. Það var hann hérna, Gary Player. Já. Hann kom inn, hann var fyrsti sem hún endir. Gary Player kom inn. Þetta er aðalegt, ég er náttúrulega rosalega fæðistrákar sko. Þá var hann hérna Niklaus. Jack Nicklaus kom inn. Var hann kominn? Hann er ekki að hann er ekki að blaðinu. Hann var ekki kominn. Nei. Okay. Fyrstan, en alltaf nei. Hérna, Jack Nicklaus. Já. Burgs Köpka. Já, Kopka. Það er alveg klart eða ekki. Og þá er það hann hérna Spieth. Jordan Spieth. Alveg rétt, já. Dustin Johnson, djúður þetta vel gert maður. Við erum konið helvítið nátt. Það er góður. En þú ert samt alltaf í þessum 9. Ég er alltaf einhvern veginn að leita aftur. Ég get alveg farið í gamla skólan, það er ekki mál. Við ætlum að fara í hann hérna. Þú hættu við Hákallinn? Já, akkurat, Greg Norman. Ég var einmitt að hugsa hann, Greg Norman. Ég ætla að segja White Shark. Greg Norman. Sko, eru fleiri en Norðurlanda. Sko, Henrik Stenson hefur nú líklega tekið. Já, ég ætla að segja Henrik Stenson. Það er bara hárið, þetta er eini Norðurlanda búið. Vá, er það rétt? Já. Ok. Ég ætla að fá að hendi inn öðrum vinni. Viktor Hovland tók náttúrulega allsparið. Sýtvelgi. Þá ætla ég að segja Nýtt er þetta, maður er að gleyma einhverjum að það rísa nöfnum sko. Já, ég meit nú. Maður er að gleyma einhverjum rísa fokkinu nöfnum. Já, þú ert að gleyma, er eitt lefty. Já. Takt hann. Hann er hérna minn uppáhalds. Já. Hann er svona Hann er Berger. Hann er Bernhard Langer. Hann er tekið. Já, hann er 2. Já, ég ætla að leyfa Hjálmar að taka lefty inn. Hann kemur til hans. Ég ætla að segja Vijay Singh á meðan. Vijay Singh, frábært gisk. Gisk. Taktu lefty inn. Hann er hann hefur gaman að það gamla. Já, nei. Jú. Hann er rosalegur chippari. Já, feitur. Pínu þippin. Jú. Hann hérna ég man það ekki. Ég man ekki hvað hann heitir. PM er skamstöðun. Já, ég ætla að gefa. Ég náði helviti mörgum. Júvill náði ég mörgum. Phil Mickelson. Leftíinn. Ég er leftari sko. Já. Og ég get sagt ykkur eitt, verið með lefti kilvu í. Já. Ég hugsa oft. Hugsa út í það, fyrir standið einhvern veginn. Það er oft gott að vera, og ég slæmi hægri sko. Já. Þú veist, er betra ofta fyrir mig að vera með lefti kilvu líka sko. Ég hugsa ángriðs oft hvort það sé betra að púta lefti. Það er margir fannar að gera. Mér líður eins og fílið sé meira ef ég er með hægri höndina fyrir neðan einhvern veginn. Ég sagði ekki Ballesteros. Þú ert alltaf með hægri höndina fyrir neðan. Eftir að fílið sé betra með vinstri höndina fyrir neðan. Vinstri höndina fyrir neðan. Skil ég. Sko, ég kasta stundum með vinstri sko. Já, ég bjósti John Daly. John Daly. Já, það er á að vera minn maður. Svo náttúrulega Bryson DeChambeau. En Ballesteros, ég er svolítið svektu með að ég rugglaði honum og Lasabal saman. En hérna, Ballesteros. Já, Ballesteros, já. Ballesteros Bryson, klálega. Þetta var skemmtilegt. Jú, náðu við maður. Marco Mera var minn maður. Það man ég ekki. Retif Gusen kom inn. Ég held að pappi hefur spilað við Retif Gusen. Hann kom inn til Íslands. Retif Gusen kom inn til Íslands. Það var hérna mikið gólbylgja kringum Tiger tíma. Þá bara mættu svona gæri til Íslands. Gast spila með þessum gæðum. Jesper Parnevik hefur ekki tekið. Nei, hann er eini Norrlandabúin sem hefur gert þetta. Henrik Stenson. Þessi veislar að byrja núna, 10. apríl. Svo fullt af suðuraukum var Ernie Els komin hana. Nei, vandaðan. Við glemdu Big Easy. Skemmtilegt. Og svo var Faldo. Colin Morikawa. Og ekki Matsuyama. Matsuyama er minn maður. Ekki Matsuyama heldur. Morikawa. Já, ég held að þú spurt hvort hann væri komin. Nei, kom ekki. Það líka Vúsnan. Og Bubba Watson, minn eftir honum. Bubba Watson, hökulegur. Hann var að hugsa. Jæja. Allt í lagi. Herru, áfram gakk. Hjálmar, love you. Og líka þig, Gunni minn. Love you too.